Breiðdalssetur Sjálfseignarstofnunar á Breiðdalsvík hefur gefið út bókina Leiðarvísir jarðfræði Austurlands. En er að ræða þýðingu á enskri útgáfu sem Breiðdalssetur gaf út fyrir ári síðan. Bókin í raun fræðirit hinn austfirska jarðlagastafla, en jafnframt efni hennar auðskilið og aðgengilegt fyrir alla sem áhuga hafa á jarðfræði Austurlands. Bókin 160 blaðsíður og í henni fjöldi mynda, korta, skýringamynda og teikninga. En alls 190 myndir í bókinni. Bókinni ætlað að vera leiðarvísir fyrir þá sem áhuga hafa á að kynnast jarðfræðilegum undrum Austurlands, en í henni nákvæmar lýsingar á 26 stöðum, allt frá rótum, löngu horfinna eldfjalla að eldvirkum flekaskilum á hálendinu. Breiðdalseldstöðin séð til botns í Breiðdal. Þessi viðkomustaður leiðir okkur í gegnum innviði kulnaðar eldstöðar. Hún myndaðist fyrir 9 milljón árum og var virk í kringum 1 milljón ára. Hún algjörlega grafin undir basalthraunstraumum og veldur fráviki frá reglulegri lagskiptingu halla hraunlaganna. Vegna jökulrofs ísaldar þessi frávik vel sýnileg nú. Við kerfisbundinni kortlagningu lagði George Walker sig á að væri að ræða eldstöð og nefndi hana Breiðdalseldstöðina, eða Breiðdalur Central Volcano. Þegar komið rétt inn fyrir mynni Suðurdals, sést í hlíðunum sitt hvoru megin, þó betur á sunnanverðu, syrpa af þunnum svörtum hraunlögum sem hvílir á þykkari og gráleitnum flæða basaltlögum. En ofan á syrpuna leggjast þykk brúnleit andesít hraunlög. Þessi hraun mynda fjöllin í miðjum Breiðdal, til að mynda Tó. Svörtu þunnu lögin basalt og lítil þykkt þeirra stafar af því að þau runnu niður ytri hlíðar Breiðdalseldstöðunar. Aftur á móti runnu undirliggjandi flæði basaltraunin yfir tiltölulega slétt land. Andesítraunin sem liggja ofan á komu einnig niður hlíðar Breiðdalseldstöðunar, en þykkari en svörtu hraunin vegna þess að hraunkvikan sem myndaði þau mun seigari. Þau öll komin úr eldfjallinu sjálfu en ekki úr sprungusveimunum. Þeim fækkar eftir því sem fjær dregur kjarna eldfjallsins. Í efri hluta dalsins gerist lagskipting hraunlaganna ógreinileg og hverfur sumstaðar vegna jarðhitaummyndunar. Hið ummyndaða svæði myndar einhvers konar hvelfingu yfir fornt kvikuhólf sem rofið hefur ekki grafið ofan af. Ofan á þessu svæði svokölluð topplög, þykkir og óreglulegi staflar á ljóslitu súru bergi. Þetta öskjufylling og myndar efsta hluta hins forna fjalls. Það hlýtur að hafa verið stór dyngja, eins og til dæmis Trölladyngja, það bil 40 km í þvermál með 10 km öskju og mjög aflíðandi hlíðum. Vegna stöður af hraungósa frá sprungum í nágrenninu reis fjallið sennilega aldrei meira en hálfan kílómetra yfir sléttunar umhverfis. Þegar það kulnaði út, grófst það smá saman undir flæðarhraunlög sem sjást ofan á topplögunum nærri botni Breiðdals. Dyrfjöll og Stórurð. Dyrfjöll 2 tignarlegir fjallstindar á milli Fljótsdalshéraðs og Borgarfjarðar eystri. Hærri tindurinn 1136 metra yfir sjávarmáli. Tindarnir á fyrrum hátindi megineldstöðvar frá míónsentíma 5 til 6 milljón ára. Lægri hluti fjallsins samastendur á móbergi sem basalthraun hvílir ofan á. Móbergi myndaðist við basalthraungos í gígvatni, það öskjuvatni, eða við það að hraun rann út í vatnið eins og óljós lagskipting í móberginu bendir sumstaðar til. Gígvötn verða til í framhaldi af þeytigosum sem mynda öskjur sem fyllast síðan af vatni. Nýlegt dæmi slíka eldstöð askja með öskjuvatni. Askjan myndaðist eftir ofsafengi gos í megineldstöð Dyngjufjalla 1875.
Ungar móbergstegundir eru fremur mjúkt efni, en míósen-móbergið er bólstrabergsþursi með fínkorna glermylsnu sem er harðnað verulega. Móbergið í Dyrfjöllum hefur þannig staðið af sér jökulrófið allt fram á síðari tíma. Og einnig varðveitt á tindum Dyrfjalla basalthraunstrauma sem á míósentímanum höfðu að lokum grafið megin eldstöðina. Hægt er að sjá fyrir sér 3 jökultungur sem hafa myndað 3 dali sem liggja frá Dyrfjöllum. Lengsti og stærsti jökullinn hefur verið í Eiríksdal, vestan við fjöllin. Þessi dalur er nú fullur af stóreflisbjörgum úr móbergi, grjóturð sem teygir sig 10 km frá Dyrfjöllum. Jökullinn hefur hvað eftir annað skriður niður dalinn og hörfað aftur og brotið niður mikinn hluta Dyrfjalla. Hið rofna efni hrundi ofan í jökullinn sem það flutti síðan niður dalinn. Stærstu móbergsbjörgin í Stórurð vestan Dyrfjalla inn á milli risastóra bjarganna sem jafnast á við 4 blokkir eru bláar tjarnir.